hennan yndislega sumardag. Ég held að við getum nú alveg öll verið sammála því að mjög glöð að sjá sólina birtast hérna bak við fram úr skýjunum og sjá hitan fara yfir 10 gráðnar, það er mjög gaman. En eins og ykkur sagði daginn, þá kemur sólin úr hjartanu en ekki úr veðrinu. Nei, segjum við hérna bitrir Íslendingar. Herðu, við ætlum að lofa Guð saman og kórinn, venjulegi Fíldarhjúi kórinn er flestir í Færeyjum að taka þátt í hátíð vonar þar. Þannig að við stungum inn í og við ætlum hérna að leiða ykkur í söng. Þannig að þið eruð partur af kórnum og við ætlum bara öll að syngja saman og við ætlum að lofa Guð og við ætlum að muna hvað það sem skiptir máli. Það er það að lyfta Jesú upp, að við fáum að kynnast honum betur og við fáum að dragast honum nær og líkjast honum betur. Amen. Þannig að við ekki bara að standa upp og við ætlum að við tökum hérna gömul og góð sem að allir ættu svona nokkurn veginn að þekkja. Tilbiðjum því Jesús og því heiðrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Við tilbiðjum því Jesús og því heiðrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Við tilbiðjum því Jesús og því heiðrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Við tilbiðjum því Jesús og því heiðrum, við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er. Mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Ok, nú ætlum við að gera smá æfingu svona í morgunum og við ætlum að syngja öll saman. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Þú mikli Guð, gerir mikil undur Guð, engin annar er sem þú, engin annar er sem þú. Þú ert hinn hæsti yfir allan heiminn, þitt nafn upphafið yfir öll önnur nöfn. Þú
Jesus, en við upphefum þig. Því við upphefjum þig, Jesus. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig. Þig, ó Guð. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig. Þig, ó Guð. Já, Jesús, ég þakka þér fyrir ást þína og umhyggju, Jesús. Ég þakka þér fyrir það sem er 2 eða 3 samankomnir í þínu nafni, þar þú mitt á meðal, Jesús. Og heilánandi, verð þú velkomin á samkomuna í kvöld, í dag, Jesús. Verð þú velkomin að starfa í hjörtum okkar, verð þú velkomin að mæta þann stað sem að við erum, Jesús. Að heilagi Faðir, að við gefum þér tækifæri til þess að tala inn í líf okkar, að gefum við tækifæri til þess að breyta líf okkar á hugsun, Jesús. Að í dag þegar við löpum út, að mættum vera líka við þér, Jesús. Að við mættum leggja niður sjálft okkar, Jesús, og taka upp þitt og, Jesús. Ég lofaði og ég tignaði, heilagi Faðir. Verð þú hér, Jesús. Verð þú velkomin, Jesús. Enginn sem þú, enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð
Amen. Yndislegt að bara fá að ganga inn í nærveru Guðs saman hérna í dag. Það er yndislegt veður úti og það er líka yndislegt veður hérna inni. Amen. Ég ætla rétt að áðurinni fer inn í tilkynningarnar og þá ætlaði hún Elín að koma upp með smá orð sem henni fannst Guð leggja á hjarta sitt fyrir þessa samkomu. Og engin pressa, hún ætlar að tala örstutt. Nei. Ég lofa bara að vera 3 mínútur. En þegar ég var að biðja, við erum með bænastundir hérna alltaf frá 10 á morgnana niðri fyrir samkomu. Og þegar ég var að biðja, þá fannst mér Guð segja að það er einhver hér sem er að slá sig niður af því að hann hefur gert eitthvað rangt. Og líður rosalega illa og finnst þess að hann sé bara, Guð get ekki fyrirgefið honum. Og þetta er orð til þín, að Guð er pabbi þinn og hann elskar þig og eins og ef þú átt barn, að þegar að barnið dettur, þá tekur það upp og þú hjálpar því áfram. Barnið það lærir ekki að ganga nema detti og eins þegar þú ert orðinn fullorðinn, þá getur þú dottið og þú stendur upp, þú fær kannski hjálp til að standa upp. Og Jesús hann elskar þig og hann er þarna tilbúinn til að hjálpa að standa upp. Hann segir í Jóhannes, 1. Jóhannesarbréfi, 2. kafli, 1. vers, börni mín, þetta skrifa ég þau til þess að þið skuli ekki synga. En ef þið hafi syngað, þá vitið þér að við eigum árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta, sem er friðþæging fyrir okkur. Þannig að bara biðja Guð að fyrirgefa þér og hjálpa þér upp aftur og hann gerir það. Af því að í Efesusbréfinu stendur 2:8 því að af náð er þið hólpin orði, ekki af verkum. Þannig hann elskar ykkur og ef þið hafi gert eitthvað rangt, ef að ykkur líður illa og finnst þið vera bara óverðug, komið þá fram fyrir Guð og leyfið honum að fylla ykkur af sínum friði. Drottinn bless ykkur. Amen. Amen. Undir 3 mínútum. Þetta var vel gert. Og ef að þetta orð er til þín, þá skaltu grípa tækifærið. Grípa þegar Guð opnar dyr og býður þig velkomin. Hlauptu í hans faðm. Ég er með örfáar tilkynningar, áður við biðjum fyrir bænarefnum og svo tökum við samskot og svo fara börnin niður. Það er allt í prógrami. Að í þessu húsi er til mikið af kristilegu efni og einu sinni var það þannig að ef þú varst að láta að prenta bækur, að það kosti að prenta 1000 eða 10.000 og það kostaði eiginlega sama, þannig að auðvitað prentuðu við 10.000. Og það er til ýmsir afgangar. Þannig að hérna niðri fyrir framan úlingaganginn, hérna fyrir undir tröppunum, að þar liggja frammi kristilega bækur sem þið megið eiga og hugsunin er svo að fólk geti tekið bækur og gefið. Þetta er tækifæri til að gefa öðrum til að koma orðinu áfram. Þetta eru fínar bækur og ég held bara að þetta eru bækur sem er búið að metta hinn kristilega markað með síðustu 40 árin. Þannig að það seljast örugglega ekki mikið meira en það má gefa þér. Þetta er gott efni. Þær fást hérna niðri, bara inn á úlingagangi, hvernig á bókagangi hérna frá, eftir samkomu. Og svo má líka, ef þú vilt fá nýtt og fest efni, þá er þetta best líka reglulega nýtt efni í jötuna, bæði bækur og gjafavörur og margt fallegt og skemmtilegt. Og svo við þetta minna við tölum mikið um veðrið og þegar Jóhannes sagði þetta að sólin er í hjartanu, svo þetta segir bara fólk sem býr á Íslandi og Jan Mayen. Að sólin er í hjartanu, hún er ekki annars staðar. En það er fallegt veður í dag og við lofum Guð fyrir það og næstu helgi spáir mjög góðu veðri á Vestfjörðum. Vissuð þið það? Ég er ekki að djóka, ég er að segja satt. Eins og það lítur út núna. Og við vitum að þetta er kannski fyrst og fremst bænarefni en ekki bænasvar ef það er góð veðurspá viku fram í tímann. En sumamótið á Ísafirði er næstu helgi og það er mjög góð spá. Besta spáin á landinu er fyrir Ísafjörð. Þannig að við bara biðjum Guð verði svo, tökum þessari von sem einhvern sögum að halda í og brunum á Ísafjörð. Svo gaman að segja frá því, maður er ekki spenntið fyrir þessu. Gaman að segja frá því, ég sá á Facebook að það var verið að gera tilraun með að vera með sumarbúðir í Kirkjureykjakoti
og sá mikið af skemmtilegum og flottum myndum á Facebook. Það tókst greinilega rosalega vel og þetta krakkar sem fóru voru himinlifandi þegar komum tilbaka. Og svo auðvitað, kotmót nálgast og það alltaf þörf á þjónum og aðstoð. Þannig ef þú vilt svona undirbúa þig í hjartanu hvað þú gætir hugsað að gera eða viljið gefa kost á þér. Og svo hérna kannski tvíþætt og þetta kannski svolítið sérstök tilkynning. Ég ákveða svona að segja frá þessu annar fer með bænina að 18. júní að þá hófst Ramadan sem föstu mánuður múslima. Og þegar við erum við erum ekki múslimar, við erum kristinn. En þegar föstu mánuður múslima þá borða þeir ekki á daginn og þeir borða á kvöldin og þeir biðja. Mjög margir múslimar leita Guðs og biðja Guð að gefa sér vitranir á þessum tíma. Og kristin kirkja út allan hinn íslamska heim notar tækifærið og fastar líka og biður Guð að endilega gefa öllum vitranir Jesú Krist. Og það eru ótrúlega margar sögur af fólki sem býr í Sádi-Arabíu, fólki sem býr í Jemen, fólki sem býr í löndum þar sem að þú ferð ekki á kassan niður í miðbæ og predika fagnaðarnetið lengur en 5 sekúndur á handtekinn. Það fær bara vitrun Jesú Krist og það tekur trú á Jesú og það kristið svona, og það tilheyrir engri kirkju. Það bara kristið eitt og sér og svo hittir þetta fólk hvert annað. Þannig við ég vil endilega hvetja ykkur til þess að vera biðjandi fyrir því að sem flestir fái vitrun. Þeir taka mikið mark á draumum, taka mikið mark á sýnum að þeir sjái Jesú Krist. Og samtímis því, og við erum ekki bara að biðja fyrir múslimum langt í burtu, við erum að biðja fyrir múslimum hérna í Öskjuhlíðinni, einhvern tímann í Vatnsmýri kannski, bara nágrunum okkar og auðvitað bara fjölskyldum okkar og vinum. Og svo líka gott að biðja muna eftir kirkju Jesú Krist í Sýrlandi, í Írak, í Egyptalandi, í Kína, þar sem að kirkja Jesú Krist verður fyrir ofsóknum. Við munum eftir þeim og við biðjum fyrir þeim. Amen. Og svo fengum við eitt bænarefni núna í byrjun samkomunnar, kona sem hefur verið að berjast við krabbamein og það hefur verið að dreifa sér og hún nú að koma með blóðtappa í fætur. Þannig við skulum biðja líka fyrir henni. Og ef þið hafið bænarefni þá megi gefa þau til kynna með þeir réttu upp höndina. Þau sé að það eru bænarefni hérna víða salinn og ef það eru þakkarefni þá verður gaman að sjá þau líka og þau eru ekki færri því Guð heyrir bænir og Guð svarar bænum. Þannig að við skulum sameinast í bæn. Þetta ekki ég að biðja, heldur við sem kirkja Jesú Krist að biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma fram fyrir þig í dag í Jesú nafni. Þakka þér Drottinn minn fyrir lífið í Jesú nafni, þakka þér fyrir kraftin í Jesú nafni og þakka þér fyrir að þegar við biðjum í Jesú nafni að þá opnast himnarnir Drottinn og hlutirnir gerast. Og Faðir, þannig viljum við lyfta upp þessum bænarefnum fram fyrir þig í nafni Jesú, himneski Faðir. Drottinn minn, ég lyfti upp þessari konu sem var lögð hérna fram, sem að berjast við krabbamein og hefur fengið blóðtappa í fætur. Drottinn minn, ég biði í Jesú nafni, vilt þú grípa inn í hennar kringumstæður. Drottinn, ég biði í Jesú nafni, viltu mæta henni, viltu koma til hennar þar sem hún og Drottinn minn, ég biði að þú gerir langt umfram það sem við þorum að vona eða það sem við þorum að biðja. Drottinn minn, viltu gera langt umfram það sem trú okkar nær utanum og það sem við jafnvel búumst við. Jesús, viltu gera þig dýrlegan. Viltu mæta henni, viltu snerta hana Drottinn og viltu snúa við högum hennar algjörlega í Jesú nafni. Og Drottinn minn, þannig biðjum við líka bara blessun þína yfir landið okkar, þakka þér fyrir þennan fallega dag sem þú gefið okkur, þakka þér fyrir þá fallegu dagar sem við höfum átt að baki hingað til og Drottinn minn, við biðjum fyrir því sem framundan. Drottinn, ég legg mótið næstu helgi fram fyrir þig. Drottinn minn, ég biðjum að þú blessir það, ég biðjum að nærveru þín verði áþreifanleg á öllum samverustundum, Drottinn. Ég biðjum að margir bæjarbúar á Ísafirði og nágranna sveitafélögum og bæjarfélögum, Drottinn minn, fái snertingu af þér á þessa móti, Drottinn minn, og ég bið að söfnuðurinn á staðnum verði uppörvaður, Drottinn, og finni bara blessun þína, meðbyrð þinn og væntum þykir, Drottinn. Og ég bið líka fyrir okkur sem förum, Drottinn minn, viltu snerta okkur, viltu mæta okkur og þau okkar, Drottinn, sem þú ert að kalla til frekari verka, Drottinn minn. Mættu við heyra það ennþá skýrar, mættu við finna það ennþá sterkar, Drottinn minn, og mætti þetta mót verða vendipunktur í lífum ótal margra. Þannig biðjum við Faðir minn í Jesú nafni og eins biðjum fyrir kotmótunni sem við framöndan, Drottinn, að þú blessir það með nærveruðinni, að þú smyrjir það, Drottinn minn, með nærveru þinni og anda þínum og það með líka vera vendipunktur í lífum ótal margra, bæði til þess að fólk fá að frelsast og kynnast þér og þeir sem að hafa meðtekið þér, Drottinn minn, mættu finna köllun sína,
mættu finna leið sína í lífinu, drottinn, og ganga út á vatni með þér, drottinn minn. Ganga inn í það líf sem þú kallar okkur til, Faðir, í Jesú nafni. Og drottinn minn, þannig biði líka bara fyrir landin okkar, drottinn. Faðir, það bara liggur svo þungt á mér og þetta liggur þungt á mörgum, drottinn, að við þurfum að sjá virkilega hræringu þína, drottinn minn, á landin okkar. Og drottinn minn, ég biði að við fáum að sjá það í Jesú nafni. Ég biði að núna í gegnum sumarið, drottinn, og með haustinu, þá mættum við sjá hræringu þíns heilaga anda á Íslandi, drottinn minn, og Faðir minn, við hrópum eins og þegar menn hrópa eftir regni á þurrkatímum, drottinn minn, eða fólk hrópar á hjálp í neyð, drottinn minn, þá hrópum við á hræringu þína yfir landið okkar, drottinn minn. Og drottinn minn, við þörfnumst þess að sjá hundruði og þúsundi Íslendinga játa Jesú Krist sem frelsara sinn og fylgja þér, drottinn minn, og vera lærisveinar þínir. Og drottinn minn, við getum það ekki í mannlegum mætti, það okkur langt megn, en þú getur allt, drottinn minn. Allt megnar þú, heilagi Faðir. Og þannig biðum við í Jesú nafni, drottinn, viltu koma með hræringu þins heilaga anda, sem svo mikil og svo stór að engin maður eða engin kirkja getur eigna sér að, drottinn minn. Faðir minn, við getum bara bakkað og sagt, sannarlega Guð að störfum, drottinn minn. Viltu blessa landið okkar með nærveruðinni. Viltu blessa landið okkar með vakningu. Viltu blessa landið okkar með meðbyr í öllum kristnum söfnuðum, öllum þeim sem játa Jesú nafn. Og þannig biðjum við líka, drottinn minn, verkamenn til uppskeru þinnar. Drottinn minn, viltu reisa upp bænastólpa í öllum kirkjum, drottinn minn. Drottinn minn, viltu reisa okkur upp trúboða sem fara út allar götur, í alla bæi, út allt land og boða Jesú nafn. Drottinn, viltu reisa upp hirða, andlega feður og mæður, drottinn, sem taka að sér fólk í trúnni og hjálpa þeim að vaxa, drottinn. Viltu reisa okkur upp postula, drottinn minn, sem fara og ryðja brautina og planta söfnum, drottinn minn, og reisa upp kirkjuna, drottinn. Viltu vekja okkur upp spámenn, drottinn, sem tala þitt orðin í okkar kringumstæðu, drottinn, og geta verið rödd, drottinn minn, inn í kirkju þína og inn í samfélagi, drottinn minn. Og Faðir, ég bara þakka þér fyrir að frá þér sú gjöf komin að sumir eru. Drottinn, þú gefur okkur allar þær gjafir sem við þurfum á að halda. Og við meðtökum þær og við segjum já og amen í Jesú nafni. Og drottinn, þannig lyftum við líka upp kirkju þinni í Mið-Austurlöndum og í hinum íslamska heimi, drottinn, og allstaðar sem kirkja þín ofsótt. Drottinn minn, viltu varðveita kirkju þína. Viltu varðveita hana, drottinn minn, viltu varðveita líf þessara einstaklinga, viltu varðveita kristnar fjölskyldur, drottinn minn, og í Jesú nafni þá biðjum að þeir sem nú ofsækja kirkjuna, drottinn minn, mættu fá að mæta þér, mættu fá að frelsast, og eins og Páll postuli, drottinn minn, mættu þeir sem einu sinni reyndu að eyða trúnni fara að boða hana og fara að byggja hana upp, drottinn minn. Og núna biðið þið líka, drottinn minn, fyrir öllum þeim sem að leita þín meðan að Ramadan stendur yfir, drottinn. Hvað við tökum undir með kirkju þinni í Norður Afríku og í Mið-Austurlöndum og í Indónesíu, drottinn minn. Og við biðjum, drottinn, viltu gefa vitranir, viltu gefa sýnir, drottinn. Ég biðjum að fáum að sjá óteljandi sálir, drottinn minn. Sjá sýn eða draum af Jesú Kristi. Sjá þig sem þú ert, upprisinn drottinn og frelsari, sonur Guðs, leiðin til föðurins, frelsarinn eini, vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og mættu þið fá að mæta þér, mættu þið fá að frelsast og mættu þið að umbreyta högum þeirra og þeirra sem í kringum þau eru. Þannig biðjum við, drottinn minn, í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Og nú ætlum við að taka samskot, og maður gera alltaf ráð fyrir að þessi einhverju sem hafa ekki komið áður eða eru óvanir þessu. Ástæðan fyrir að kristnir menn gefa af fjármunum sínum er svo að við eigum örlátan föður á himnum og okkur er kennt að vera honum lík, og það er líka vegna þess að við trúum því að allt okkar tilheyri Guði. Allt það góða sem ég á, allt það góða sem ég hef, það er gjöf frá Guði, og þetta er ein leið til þess að ég sýni það í verki að fyrsta lagi það á hann þetta allt saman, og öðru lagi þá treysti ég honum fyrir afkomu minni. Afkomu mín er ekki undir mér komin, hún er undir Guði komin. Þannig heiðra ég Guð og blessa hann með fjármunum mínum, með tíma mínum, með kröftum mínum, með hjarta mínu. Þannig að þetta er frjálst ef þetta er í fyrsta skipti, engin pressa, það er engin sem fylgist með hvort þú gefur, en ef þú aldrei prófað það, þá hvet ég þig til þess. Það er dásamleg blessuna að fá að vera með. Amen. Og ef þið eru bara með kort með ykkur, þá er posi hérna aftast sem er virkur alla samkomana ef röðin verður of löng.
var kvalinn á krossi, kaus þar að þjást fyrir mig. Hann sem var sýk allra saka, sekt mína tók hann á sig. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Dag þann var sigurinn unninn, dauða það sigraði líf. Gröfin tóm, Jesús lifir, lausnarinn Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Sjá hann sem dó, prisinn, drottinn eilífðan myrkursins vald nú brotið, andi Guðs lifir í Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Syngjum einu sinni enn. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, megi líf dauðans vald nú sigraði. Nú ætlum við að bjóða krökkunum að fara niður, ekki? Jú, krakkarnir fara niður.
þú hinn hæsti. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Hvítur þú konungstig. Dýrðin þín, þú hinn hæsti.
heyrir röddunum í kringu þig, veistu hvað það er? Þetta er ekki bara einhver persóna að syngja fyrir aftan, þetta er ekki einhver bara persóna, þetta er fjölskylda þín. Við erum öll ein fjölskylda, við erum öll limir af sama líkama. Og veitir, það er kominn tími til að við hefðum okkur þannig. Að við syngjum í kór, að við séum stöndum saman, að við séum að við hljómum öll, að við séum að eins og kór syngur öll saman í saman pitcha, þannig séum við sem kirkja, að við séum fjölskylda, að við lítum á persónu sem er hliðin á okkur sem ekki einhvern náunga, ekki einhvern nágranna heldur sem bróðir eða systir. Og bróður og systir ég segi oft í úlingana, bróðin og systir ekki afsökun til þess að þú viljir ekki byrja með persónunni eða eitthvað þannig, heldur bróður og systir, það er persónu sem að þú gerir allt fyrir. Það er að þegar þú segir góðan daginn bróðir, þá að við meinum það, að ok, ef þú gengur í gegnum erfiða tíma þá er ég til staðar fyrir þig, alveg eins og ég væri til staðar fyrir minn mannlega bróðir. Þannig eigum við að vera sér kirkja og það stendur í Biblíunni að á því munum við þekkjast að við elskum hvert annað. Við þurfum að fara að æfa okkur í þessari elskun. Syngjum einu sinni enn saman og hugsið þetta. Persónu sem þú heyrir í, þetta er bróðin eða systir. Dýrðin er þín, já. Dýrðin er þín. 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 Háttu pafi. Háttu pafi. Ofan himnum. Að í öllum Guð þú ert. Allir englar og öll í sköpun vitna þig máttarverk. Dýrðin er þín. 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 Dýrðin er Halleluja, dýrðin er drottning. Komið þið sæl, bræður og systur. Ekki að bara byrja á því að snúa okkur að fólkinu í kringum okkur og segja sæl bróðir og sæl systir. Gaman að sjá þið hér í dag. Sæli bræður. Bróðir og frendi. Gott að sjá. Tala ekki við. Ég elska þetta orðalag. Að við erum bræður og systur. Gleður mig að sjá ykkur öll. Gleður mig að kirkjan hafi sigrað veðrið. Loksins þegar sumarið kom. Því sé Guði fyrir það. Velkomin þið sem eruð að koma hérna í fyrsta skiptið. Innilega velkomin í kirkjuna. Ég vona að sá sem að bauð ykkur að koma með sér hafi ekki lofað ykkur 3 rétta máltíð eftir kirkjuna. Og við bjóðum ekki upp á það, en við bjóðum upp á kaffi og með því alltaf eftir samkomur. Vegna þess að okkur þykir svo gott að borða. Okkur þykir svo gott að spjalla saman og eiga gott samfélag. En ef þú ert að koma inn í fyrsta skipti, bara svo þú vitir að þá er farið hérna niður og eftir, sitjum við saman, drekkum kaffi og spjöllum eigum samfélag. Eflum okkur í því að vera vinir og vera bræður og systur.
Þannig að þeir sem eru hér í fyrsta skipti eða eru bara nýlega farin að koma, innilega velkomin. Þau ekki að klappa fyrir þeim sem aldrei koma að þér. Bara velkomin. Vonandi finnur þið virkilega hérna heima. Við Gunna kona mín eigum dóttir sem er að vera 12 ára á föstudaginn. Frumburðurinn okkar. Hún er að vera 12 ára. 12 ára? Hvað gerðist? Ég byrjaði að kenna fyrir 13 árum og þá byrjaði ég að kenna 12 ára krökkum. Þetta var áskorun að kenna 12 ára krökkum. Og hún er að vera 12 ára, þessi elska. Hún er að vera unglingur. Já, hérna. Það að vera pabbi hennar er einn af stóru forréttindunum í mínu lífi. Að fá að vera faðir barnanna minna, að fá að sjá þau þroskast, að fá að sjá þau takast á við hverja þrautin á eftir annari, sigrast á áskorunum og erfiðleikum og verða sá einstaklingur sem börnunum er ætlað að verða, sem dóttir minn ætlað að verða. Og hún er 12 ára og þetta hefur gengið vel hingað til. Mikið þrái ég og hún haldi áfram að þroskast. Og hún haldi áfram að verða alltaf sem Guð ætlar henni og verði fylgjandi Jesú og verði og fá að blómstra í því sem að Guð hefur gefið henni. Allt okkar líf er nefnilega þroskaferli. Það er ekki bara fram að 12 ára aldri sem við þroskumst og það er ekki bara fram að 20 sem við þroskumst og lærum. Allt lífið er þroskaferli. Vissuð þið það? Við ættum að vera að læra allt lífið. Og þó svo að það eigi að vera staðreyndin, að þá hef ég umgengist rosalega mikið af fólki og í mínu starfi þá umgengst ég gríðarlega mikið af fólki og mér finnst stundum eins og á einhverjum tímapunkti að þá hættu við að þroskast. Ekki allir, en sumir. Við missum löngunina til að læra, við missum löngunina til þess að halda eitthvað mikið áfram. Við verðum bara þokkalega sátt þar sem við erum. Og mjög margir lifa alla ævina eftir 20 og eitthvað á minningum hvernig hlutirnir voru í gamla daga. Hlusta á sömu tónlistina og þeir hlustu á þegar þeir voru unglingar og gera sömu hlutin og þeir gerðu bara þeir unglingar. Bara stoppa þar. Hætta að sækjast eftir meiru. Hætta að sækjast eftir því sem er framundan og því sem getur komið nýtt og eflur okkur sem karakter og bara við stoppum þar. Stundum geta líka erfiðar reynslur gert það að verkum að við hættum að hafa væntingar, við hættum að hafa væntingar til lífsins, við verðum kannski fyrir vonbrigðum með eitthvað sem við lentum í á einhverjum tímapunkti og við hugsum með okkur það er best að hafa engar væntingar, það er best að pröfa ekki eitthvað nýtt svo ég verði ekki fyrir vonbrigðum. Við útilokum það möguleika að eitthvað slæmt geti gerst með því að bara gera ekkert nýtt og horfa ekkert áfram. Kannist þið við þetta? Það þarf ekki að vera í ykkur, kannski er það bara hjá fólkinu í kringum ykkur, en svo mörg okkar lendum þarna að við bara stöðnum á einhverjum stað. Við trúum því bara ekki að við komum sneitt mikið lengra en þangað sem við erum komin. Það að taka áhættur og mistakast er hluti af því að þroskast. Það að gera mistök er hluti af því að verða við. Og svo lengi sem við lærum af því þá er það bara allt í lagi. Ég vil ekki halda áfram að vera sá sem ég var þegar ég var 24 ára. Ég var mjög fínn þá, sko. Þú veist, þannig séð. En ég er 34 ára í dag, það eru 10 ár síðan, og ég er allt annar maður í dag. Vegna þess að ég þroskaðist frá þeim aldri. Ég gæti bara stoppað í dag og bara, þetta er bara fínt. Ég þarf ekki að hafa neitt mikið fleiri markmið eða sækjast neitt lengra. En ég vil ekki vera sami maður 44 ára eins og ég er í dag 34 ára. Ég vil halda áfram, ég vil halda mér beittum, ég vil halda mér ferskum og halda áfram að hlaupa eftir öllu því sem að Guð hefur fyrir líf mitt. Og það sama vil ég fyrir 54 ára aldurinn, 64, 74, 84 og svo framvegis.
Við alla æfina eigum að halda áfram. Skiljið hvað er að fara? Stoppa aldrei. Og við getum yfirfært þetta öll svið lífs okkar og bara allt sem við gerum. Vinnun okkar, samskiptin okkar, félagslífið okkar. En í dag langar við að yfirfæra þetta að það hvernig við vöxum sem fylgjendur Jesú. Hvernig alla æfina við vöxum sem fylgjendur Jesú. Og ef þú ert hér í dag og þú ert ekki fylgjandi Jesú, þá vonandi getur þú nýtt þér það sem ég er að segja, en vonandi verður bara fylgjandi Jesú. Það er algjörlega það besta. Hvernig getur við vaxið sem fylgjendur Jesú? Í fyrsta lagi, það sem er heilbrigt, það vex. Svo lengi sem eitthvað er lifandi og það er heilbrigt, þá heldur það áfram að vaxa. Og okkur er ætlað að halda áfram að vaxa, að sækjast áfram. Kristni snýst ekki trúarbrögð og siði og venjur, heldur það að vera lærisveinar Jesú, að vera fylgjendur Jesú, að ganga með honum og læra af því hvernig hann er. Og það ættu að vera að gera alla ævi, að halda áfram að ganga með Jesú. Það er svo auðvelt að lenda á þeim stað að þú ert búin að taka á móti, þú kannt slatt í biblíunni, þú kemur í kirkjuna, en það er ekkert meira. Þú ert ekkert að halda áfram að vera fylgjandi Jesú. Og það er það sem þetta snýst að við séum alla ævi fylgjendur hans og við lærum af honum og byggjumst áfram upp. Í Nýja testamentinu lesum við lærisveinina. Lærisveinn er sá sem að umgengst einhvern læriföður og lærir af honum. Hermir eftir honum, hlustar á hann og lærir allt sem hann gerir. Það sé einhverju sem er komið lengra og veit meira. Margir rabbíar sem voru svona trúarleiðtogar á þeim tíma, gyðinga, höfðu lærisveinn, og það að verða lærisveinn var mikill heiður. Það voru bara þeir mestu og best, hæfileika ríkustu, efnilegustu sem urðu lærisveinar. Það þótti mikill heiður. Og þeir voru alltaf með honum. Þeir sváfu þar sem hann svaf, þeir borðuðu með honum, þeir gengu með honum, þeir læriðu af honum. Síðan kemur Jesú og hann velur sér 12. Og hann valdi sér ekki 12 bestu og efnilegustu. Hann valdi bara venjulega gæja, venjulega menn, mjög breyska menn sem að sumir litu niður til og þetta var mjög óvenjulegt. Og það er akkurat það sem að Jesú gerir í dag. Hann velur fólk eins og mig og þig til þess að vera fylgjendur sína. Og það er við í rauninni sem veljum að fylgja honum og hann tekur við okkur. Þess vegna erum við öll hæf til að fylgja honum og læra af honum, vegna þess að hann elskar að taka sér venjulegt fólk og leiða okkur áfram. Og spurningin þessi, hvort sem við verið kristin lengi eða stutt, erum við lærisveinar Jesú? Erum við að læra á hann? Erum við að ganga með honum og byggjast upp? Finnum við til löngun til þess að þekkja Guð betur? Viljum við eignast meiri trú? Viljum við, þráum við að ganga í þeim gjöfum sem Guð hefur gefið okkur? Við þurfum að eiga þess að þrá. Við þurfum að þrá að læra meira og ganga lengra. Í Efesusbréfinu að þá lesum við, og fyrst kannski fyrir ykkur sem er að kynnast biblíunni, fyrir ykkur sem er ekki búin að lesa alla biblíunni eða þekki henni ekkit rosalega vel, þá er þetta eitt af bréfum Páls postula sem hann skrifaði til kirkna sem hann var búin að stofna hér og þar. Og þetta er fyrsta bréfið sem hann skrifar þegar hann er í fangelsi. Hann skrifaði 4 svoleiðis bréf og þetta er fyrsta svoleiðis bréfið. Og þannig að skrifar þetta borgar, er safnaðar í borg sem hann komið til og stofnaðar söfnuð, og þetta er borgin Efesus. Og þetta er eina fáum biblíuborgin sem ég hef heimsótt, og það er magnað að koma að og sjá borgina raunverulega. Hún er ennþá, hún er rústir, en þarna var Páll og þarna stofnaði hann söfnuð og hjartans var brann fyrir söfnuðun, og þegar hann var komin í fangelsi þá skrifaði hann þeim bréf. Og
Og það sem hann skrifar hérna í 4. kafla og frá 11. versi og það stendur: og frá honum sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilögu og láta þeim þjónustu í té, líka með Kristi til uppbyggingar. Þangað til við allir verðum einhuga í trúnni og þekkingun og syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtar takmarki Krists fyllingar. Þess að við höldum áfram að þroskast. Og í 14. vers stendur: við eigum ekki að halda áfram að vera eins og, munið hvað er? Að vera börn. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn, sem hrekjast og berast fram og aftur með hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabröðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristus. Hann vill að við höldum áfram að vaxa. Og ég spyr þig í dag: ertu að vaxa? Eða ertu bara búin að ná þinni stærð fyrir löngu síðan? Spyrjum okkur hvert sig. Við getum stöðugt lært að þekkja Guð og haldið áfram að þroskast. Guð hefur sett inn í hvert og eitt okkar ákveðið vaxtar takmark sem við höfum að halda áfram að sækjast eftir. Möguleika til þess að vaxa sem einstaklingar og byggjast upp. Þroski hefur ekki með aldur að gera. Það að vera orðin gamall, því ekki það sama og vera orðin rosalega þroskaður. Það ekkert samhengi þar á milli. Þroski fer eftir karakter og fer eftir hversu mikið við sækjumst eftir því að byggjast upp. Ekki heldur eftir því hvað þú komið lengi í kirkju. Þroski fer ekki eftir því heldur. Amen. Þroski fer eftir svo allt öðrum hlutum. Hversu heitt og við þráum að byggjast upp og hversu mikið við sækjumst eftir honum. Og mér langar að fara yfir nokkur atriði sem hafa áhrif á það hvernig við vöxum andlega. Og ég ætla að biðja ykkur að fylgjast með. Þetta er svona atriði sem að hafa áhrif á þau skilyrði hvernig við vöxum upp sem kristnir einstaklingar. Og fyrir mörg ykkar hugsaðu kannski, þetta er mjög basic. Er þetta ekki bara einum og einfalt, það sem þú ert að segja okkur. Fyrir þá sem segja þetta, þá vil ég byrja að við hugsum, þetta er vissulega mjög einfalt eða basic, en hversu raunverulegt er þetta samt í okkar lífi? Það er svo margt sem við vitum, en það er ekki allt sem við vitum sem við gerum. Við vitum rosalega mikið hér, en það kemst ekki alltaf hinga niður. Þannig við framkomum. Þannig að mér langar að biðja ykkur að hlusta. Nú er tíminn til að taka upp blað og penna eða með svoleiðis og skrifa niður. Gef ykkur leyfi til að taka upp síman eða viljið skrifa inn á síman. Púnta hjá ykkur. En þessi hlutir skipta svo miklu máli til þess að við höldum áfram að vaxa. Í fyrsta lagi er það orð Guðs sem við finnum í Biblíunni. Við sem erum kristin, við trúum því að orð Guðs er skrifað í Biblíuna. Við trúum því að það sé uppspretta næringar og lífs fyrir okkur. Að orð Guðs sé geymt í Biblíunni. Og við þurfum að gera meira en að þekkja bara nokkra frasa úr Biblíunni. Þekkja meira en bara eitt og eitt vers. Við þurfum að þekkja Biblíuna. Við þurfum að lesa hana. Hún þarf að vera okkur töm. Við þurfum að elska hana. Þannig að hún hafi áhrif á líf okkar. Þannig að hún breyti okkur. Og það er svo stundum sem að þegar maður fjarlægist orðið, að þá hættir það að vera beitt í líf okkar. Það hættir að virka þannig að það hafi áhrif á það hvernig við lifum. Og þegar við fjarlægjumst það, að þá hefur það áhrif á samfélag okkar við Guð. Og til þess að þekkja það, orðið, þá þurfum við að lesa það. Við þurfum að lesa í orðið Guðs. Taka okkur tíma og leyfa því að festast. Og þá er ég ekki að tala um að lesa eins mikið og við getum, heldur drekka það í okkur. Það getur verið mun betra að lesa einn kafla með miklum skilningi, þar sem Andi Guðs fara að tala til okkar, heldur en að lesa 10 kafla, bara til þess að lesa þá. Og þannig gerði ég. Þegar ég var krakki, þá las ég einn kafla í Biblíunni á dag. Og ég las hann ekki til þess að skilja hann. Ég las hann ekki til þess að vinna næring fyrir líf mitt. Ég las hann vegna þess að ég ætlaði að lesa Biblíuna. Punktur.
og ég las 1 kafla á dag. Og mjög marga morgna að þá vaknaði ég með andlitið, sem sagt biblíuna ofan á andlitinu, sveitt fast í kinnin á mér, vegna þess að ég ætlaði svoleiðis að lesa þennan kafla áður en ég myndi sofna. Ég get ímyndað ykkur hvað mikið festist, og þetta er ekki leiðin. Leiðin er að þegar maður er ferskur, þegar maður er tilbúinn að lesa orð Guðs og biðja anda Guðs að tala til sín, og það er eitthvað sem gerist. Það er eitthvað sem gerist þegar við lifum í orðinu, þegar við leyfum Guð að tala til okkar, að það heldur okkur ferskum, það heldur okkur lifandi. Og við sem kirkja, á tímum þar sem að fólk les minna og minna, og í grunnskólum er alveg vandamál að fá krakka til að lesa, við megum ekki missa orðið, við megum ekki hætta að lesa. Þetta er líf fyrir okkur, að halda áfram, að byggja okkur upp í orðið Guðs, og það er ótrúlega skemmtilegt. Og þið getið líka hlusta á það, ég hlusta mikið á svona upplestur úr biblíunum, mér finnst það mjög gott, og við þurfum bara að finna okkar leið, en verum fólk orðsins, og ef það er eitthvað sem get hvatt okkur til að gera, er að lifum þarna. Gefum okkur tíma til þess að halda okkur ferskum þarna. Þannig að líka við getum svarað fyrir það sem við erum spurðum. Leggjum orðið á minnið og spyrjum hvað hlutinni þýða. Ef við vitum ekki hvað eitthvað þýðir, spyrjum bara um það. Það er ekkert sjálfgefið að við skiljum allt sem stendur þarna, en við erum fólk sem erum að grúska, sem erum að pæla og gerum þetta lifandi með okkur. Þannig að fyrsta atriði þetta, þekkjum orð Guðs, lesum það. Ok, amen fyrir því. Allir með. Næsta er að eiga gæða tíma með Guði. Og þetta er mjög einfalt, ég veit ekki hvað við höfum heyrt þetta oft. En nú langar mér að byrja allir að spyrja sig, á ég daglegan gæða tíma með Guði? Við vitum að þetta er algjörlega sjálfsagður hlutur fyrir kristinn mann til þess að byggjast upp. En er þetta staðreynd í okkar lífum? Erum við að gera þetta? Við verðum að gera þetta ef við ætlum að halda áfram að vaxa. Ef andi Guðs á að fá að byggja áfram upp líf okkar. Hafið þið upplifað það þegar þið virkilega hafið gefið ykkur tíma með ykkur? Þegar þið virkilega hafið ákveðið, ok, ég ætla bara hætta að hugsa það sem ég gera og ég ætla bara spjalla við þessa mannsku, ég ætla bara að eiga tíma með henni, og þið umgangist annað, og þið allt í einu fara að kynnast bara allt annari mannesku en þið voru búin að álykta. Við gerum okkur oft mynd af fólki og við hugsum að þessi er örugglega svona, og við bara erum búin að ákveða, alveg ómeðvitað þá, ef við ættum að lýsa mannesku þá myndum við lýsa henni svona og svona, en síðan kynnust við henni og þá kemur bara eitthvað allt annað í ljós. Og það er það sem gerist þegar við eigum tíma með Guði, þegar maður kynnist honum, að þá kemur bara eitthvað magnað í ljós. Þá fá að upplifa kærleiksring af föður sem er svo stórkostlegur, sem er svo yndislegt að vera með og eiga samfélag við. Og ég hveti til þess að pröfa þetta. Fyrir flesta er byrjun dagsins góðu tími þegar við erum fersk og áður en allt fer á stað. Það er mjög góðu tími, sumum hendar að taka sér tíma á kvöldin, eða hvernig sem finnum okkur tíma og helst í gegnum allan daginn. Við erum bara á spjallinu. Sendum Guði SMS, þið veitir. Við erum tengd í með svona síma, að þá erum við tengd fólkin í kringum okkur, allan daginn. Og ég geti leitað upp í símanúmerinu hjá okkur og ég get alltaf haft sambandið við okkur. Og þannig er það með Guð. Við hefum aðgang að honum hvenær sem er. En við þurfum að nýta okkur aðganginn. Síminn gagnast okkur ekkert nema við hringjum eða sendum SMS, og það er saman með Guð. Við þurfum að ákveða að tala við hann. Og í gegnum allan daginn fyrir andan Guðs höfum við aðgang að honum. Og það byggir okkur upp. Lærum að hlusta og hægja nógu mikið á okkur til þess að heyra. Og þetta er ferli, að læra að heyra frá Guði. Í Samúelsbók, sem er fyrir Samúelsbók, sem er eina sögulegu bókunum úr Gamla testamentinu, skrifið löngu áður en Jesús kom til jarðarinnar, að þá lesum við Samúel, sem seinna var eina af aðalpersónunum í Biblíunni. Og Samúel kom mjög ungur sem barn í musterið, og eina nóttina að þá er hann að fara að sofa og hann heyrir rödd sem kallar á hann.
Og hann heldur að Eli, sem var svona lærifaðir hans, hafi verið að kalla á sig. Og hann fer til hans og segir, hér er ég því að þú kallaðir á mig. Og þetta endurtekur sig nokkrum sinnum. Og það segir í 7. versinu í þessum kafla, en Samúel þekkti ekki enn drottinn og honum hafði ekki enn byrst orð frá drottni. Og þetta var í svona fyrsta skipti sem hann lærði að heyra röddu Guðs og hann þekkti hann ekki fyrirfram. Heldur þarna var svona upphafið því að hann lærði að heyra rödd Guðs og var síðan þessi mikli spámál. Og það er alveg sama með okkur. Það er ekkert sjálfgefið við heyrum bara svona frá Guði. Heldur lærum við að þekkja röddinn hans með því að við gefum okkur tíma til að hlusta og við bregðumst við þegar við heyrum orð frá Guði og þegar hann hvíslar til okkar. Og kannski hljómar það mjög framandi fyrir þér að það sé þetta heyra frá Guði. Það hljómar bara eins og svolítið gú hérna. En við getum heyrt frá Guði. Það er það sem heilagur andi kom til jarðar. Til þess að við getum heyrt frá Guði. Til þess að við getum lifað í samfélagi við hann. Og mjög líklega hefur á einhverjum tímapunkti heyrt svona smá upphaf að því að Guði tali til þín. Hefur til dæmis upplifað það að þú farið alveg ofboðslega sterkt á tilfinninguna að þú að hringi einhvern eða heimsækja einhvern og þú veist bara ekkert af hverju. En þú lætur undan þessum innri þrýstingi, hefur samband og þá var það akkurat það sem svo manneskja þurfti að heyra. Þetta gæti vel hafa verið andi Guðs að knýja á þig. Og við þurfum að læra að bregðast við svona hlutum. Elín, systir okkar, hún kom hérna upp á hann. Hún heyrði orð frá Guði fyrir einhvern hérna inni. Ég veit ekki hvern. En andi Guðs knúðana til þess að koma og tala þetta orð. Og þannig er það að við lærum að heyra. Við lærum að hlusta. Við þurfum að vera opin fyrir því að andi Guðs vilji tala til okkar. Og við þurfum að vera andlegt fólk, einir. Fólk sem vill heyra, fólk sem keppist eftir því að heyra frá Guði. Og þetta er fyrir okkur öll. Stundum höldum við að þetta sé bara fyrir Guðsmennina. Og þess vegna hef ég alltaf svolítið erfitt með að ég sé kallaði prestur. Vegna þess að prestur í Gamla testamentinu var svolítið sá sem að heyrði frá Guði. En við erum öll prestar, samkvæmt Nýja testamentinu. Við erum öll aðgang að Guði. Það er ekki bara fyrir forstöðumanninn, það er ekki bara fyrir bænafólkið, það er fyrir okkur öll. Við getum öll lært að heyra í honum. Þess vegna höfum við heilagan anda. Hann vil tala til okkar. Og mér langar til þess að hvetja til að keppast eftir þessu, sækjast eftir því að vera andleg manneskja, að heyra frá Guði og tala inn í líf fólksins í kringum þig. Það verður allt svo miklu einfaldara þegar við lærum að heyra frá Guði. Öll samskipti ganga svo miklu betur þegar við erum andlegt fólk sem að tölum inn í líf hvers annars. Og mér langar að hvetja til þess, sækstu eftir því. Og það gerist þegar þú fyrir að eyða tíma með Guði. Þegar þú talar við hann og leyfir honum að tala til þín. Guð vill tala, vilji vil hlusta. Það er svolítið þannig. Vilji vil hlusta á það sem hann hefur fyrir okkur að segja. Erum við tilbúin til þess að hægja nógu mikið á okkur til að hlusta á hann? Þriðja atriðið. Til þess að vaksa getur verið að þú þurfur að klippa eitthvað burt úr lífiðinu sem ekki að bera ávöxt. Og þegar ég rækta tré, þá þarf ég reglulega að klippa greinar til þess að það verði vöxtur, til þess að ávöxtir ná að koma fram. Og klippi burt greinar sem eru fyrir. Og það er gríðarlega mikilvægt fyrir andlegan vöxt að við fjarlægjum greinar sem eru fyrir, sem að varpa skugga á það sem annað sem er á trénu. Þegar maður plantar ávöxtatrjám þá skiptir öllu máli að klippa greinarnar sem að varpa skugga á ávöxtina og svo þeir ná að þroskast. Ef það er of mikið af hlutum í lífi okkar og það mun að hafa áhrif á ávöxtu Guðs í lífum okkar, að við náum að þroskast. Og ég er algjörlega sannfærður það að hér inni sé fólk sem hefur einfaldlega of mikið að gera. En það? Ég held það. Ég held að sé fólk hérna inni, og þar með tala ég sjálfur,
sem hefum of mikið að gera. Og það verður til þess að það ná ekki að vaxa þeir hlutir sem eiga að vera að vaxa. Vegna þess að við dreifum orkuna á allt of marga hluti. Hluti sem eru allir kannski góðir og áhugaverðir og allt það, en það kemur í veg fyrir að við náum að vaxa og þroskast. Síðastliðinn vetur fór ég til dæmis í gegnum tímabil þar sem ég bara sleppti því að horfa á sjónvarp. Svona nánast alveg. Vegna þess að það var bara of mikið að gera. Og vitið þið hvað? Ég saknaði þess ekki. Ótrúlegt en satt. Að það er alveg hægt að sleppa því að horfa á sjónvarpið. Og það er bara gott. Ég hef ekkert á móti að horfa á sjónvarp. Geri það. Ég hef alveg tekið tímabil þar sem ég geri það. Og horfir þegar hægjast þá finnst mér bara mjög fínt að horfa á sjónvarpið. En ræður sjónvarpið yfir okkur til dæmis? Þurfum við að horfa á það? Við þurfum að vera fús til þess að sleppa hlutum ef við höfum ekki tíma fyrir það. Hvaða hlutir eru það í þínu lífi sem að taka tíma þinn, þannig að þú hefur ekki tíma fyrir það sem þú átt að vera að gera? Kannski vinnurðu allt of mikið til þess að hafa efni á hlutum sem þú eru ekkert við að gera. Hvað hefur forgang? Hvað hefur rými í lífum okkar? Kannski áttu einfaldlega að minnka við því þannig að þú miklu meiri tíma til þess að sinna vinum þínum, til þess að sinna fjölskyldunni þinni, til þess að sinna Guði. Og kannski þarftu bara að ákveða að taka þetta skref, að minnka við þig, til þess að þú hefur tíma fyrir það sem skiptir máli. Fyrir hvað viljum við lifa? Viljum við lifa fyrir það að geta sagt þegar einhver spyr þig, er ekki brjálæði að gera? Jú, brjálæði að gera. Þetta er algengasta svar hjá okkur. Hvernig hefur það? Jú, bara fínt, rosa mikið að gera bara. Það er eins og þessi einhver metnaður geta sagt þetta. Sá vinnur sem er mest að gera. En lífið snýst ekki að hafa mest að gera. Lífið snýst að gera það sem við eigum að vera að gera. Og það sem skiptir máli til þess að við vöxum. Og það er áskorun. Hugsaðu lífið þitt. Hvar þarf ég að skera út hluti sem eru ekki að bera ávöxt? Hvar þarf ég að skoða líf mitt og vera tilbúin að minnka við? Þannig að ég sé að lifa og gera það sem ég á að vera að gera. Síðasta atriðið, atrið númer 4. Og ég lofa því, þetta er síðasta atriðið. Og þetta er atriðið sem að skiptir mjög miklu máli til þess að við höldum áfram að vaxa og til þess að við höfum einhverja sýn fyrir líf okkar. Og það er að hafa alltaf áskorun í lífum okkar. Að það sé alltaf eitthvað sem við erum að sækjast eftir. Að við höfum skýrt markmið hvert við erum að fara. Við þurfum alltaf að setja okkur markmið og áskorun sem að knýra okkur út úr þægindarammanum. Eitthvað sem að við erum ekki búin að komast að. Við erum ekki komin þangað, en við ætlum að komast þangað. Og það gæti til dæmis fyrir ykkur sem að ykkur finnst þið kannski aldrei að hafa heyrt almennilega í Guði. Kannski er það eitthvað markmið. Þú veist, eða hvað sem er, þá þurfum við að hafa eitthvað sem að knýra okkur til þess að halda áfram, til þess að fara lengra. Kannski er það að við þorum ekki að segja neinum frá trúnni sem við eigum. Það getur verið stórkostleg áskorun, en við þurfum að brjótast út úr þeirra ramma og sækjast eitthvað. Ekki bara setjast að það sem við erum og segja að þetta er komið gott. Markmið sem við erum ekki búin að ná núna, en getur orðið ef við höldum áfram. Og ég heyrði rosalega góða myndlíkingu daginn hvernig við þurfum svolítið að keppast eftir markmiðum. Sjáum við fyrir ykkur 15 ára stelpu sem langar í iPhone. 15 ára stelpa sem langar í iPhone, hún gerir allt sem að þarf til þess að eignast þennan iPhone. Hún hefur algjörlega skýrt markmið, hún veit nákvæmlega hvað það er sem hún vill og hún mun ekki hætta þegar hún er komin með þennan síma í hendurnar. Hún fer til mömmu og hún fer til pappa. Hún talar síðan við ömmu og afa og hún vinnur og hún selur dót og hún gerir allt. Lætur ekkert stoppa sig frá því að ná þessu markmið okkar. Og stundum þurfum við bara að berjast fyrir hlutunum.
að setja okkur markmið og sækjast eftir því. Við látum ekkert stoppa okkur frá því að ná því markmiði sem að við viljum, sem Guð leggur á hjörtum okkar. Og í rauninu þetta að við sækjumst eftir að vaxa og þroskast allt lífið, að við höldum áfram. Við vöxum ekki ef við gerum ekkert sem að reynir á. Ef við gerum ekkert sem að knýr okkur áfram. Og þetta eins og að fara í ræktina. Við getum farið í ræktina og röldum stöðina, skoðum eitt og eitt lóð og svona liftum eitthvað svona og síðan kíkja á brettið og töldum þar áfram og þetta finnum við að vera gott maður. Búin að taka vel á því. Við getum farið á staðinn en ekki gert neitt sem að breytir ykkur. Og ég hef verið að kíkja þessi CrossFit og ég er að segja ykkur upphitunu þar er svona cirka æfingin sem ég myndi taka ég var að stýra sjálfur. Þú veist, það er bara, maður er oft svo sjálfgóður og maður heldur ekki áfram þannig að það hafi ykkur áhrif. Við þurfum að taka á því og berjast fyrir því að vaxa og halda áfram á þann stað. Og ég þrái það svo að við höfum öll þetta skýra markmið í lífum okkar. Hvert viljum við komast? Hvert viljum við sjá fjölskyldun okkar komast? Hvað viljum við að börnin okkar upplifi? Viljum við að þráum við að börnin okkar fá að kynnast samfélagi við Guð? Þráum við að vaxa í gjöfum okkar? Þráum við að vaxa og halda áfram? Eða erum við komin á það stað að við erum bara, þetta er bara fínt maður, þetta er allt komið í balans? Höldum áskorun í líf okkar og sættum okkur ekki bara við status quo, heldur sækjumst eftir meiru frá Guði, vegna þess að Guð vill alltaf gefa okkur meira. Guð vill alltaf taka okkur lengra og byggja upp sína kirkju fyrir allt það sem hann hefur fyrir okkur. Að lokum ætla ég að draga þetta saman. Við þurfum að kynnast Biblíunni, það er eitt. Það er sem við gerum svona, kynnast Biblíunni, við þurfum að eiga tíma með Guði, við þurfum að losa okkur við það sem að hindrar vöxt og við þurfum að hafa áskorun í líf okkar að fara lengra og halda áfram með Guði. Biðjum saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir náð þína, Jesús minn. Ég þakka þér, Drottinn, að þú ert yndislegur, stórkostlegur Guð og þú er áætlun fyrir líf okkar, Drottinn minn. Og það er spennandi áætlun, þú er spennandi hluti fyrir okkur að taka okkur lengra og sigrast á þeim aðstæðum sem við erum kannski föst í. Að við erum ekki fullkomlega sátt en við höfum ekki það sem þarf til þess að halda áfram, Faðir. Og ég bið svo að þú knýir eitthvað innra með okkur núna, Drottinn. Við þráum meira, við þráum að komast lengra með þér, Drottinn. Að við þráum að eiga tíma með þér, Drottinn, og kynnast orðinu þínu og kynnast þér, Jesús minn. Gefðu okkur þessa djúpu þrá, Faðir minn, að verða allt það sem þú er fyrir okkur, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir alla þá sem eru hérna samankomnir, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir allar gjafirnar sem þú lagt inn í líf okkar, alla hæfileikana, og ég bið þess að allt það sem að þú hefur fyrir okkur mætti verða raunveruleika, Jesús minn. Að Faðir, þar sem að vonbrigði hafa fengið að koma, Drottinn, og við höfum gefist upp. Við höfum gefist upp og sagt að þýðir ekkit að halda áfram. Að þýðir ekkit að reyna að sækja lengra. Ég kemst ekki þangað. Þar bið þess að þú gefur nýja von, að þú gefur nýja löngun, Faðir minn, til þess að halda áfram, til þess að gefast ekki upp, Drottinn, og við mættum þrengja okkur nær þér, Drottinn, enn á ný að vera andlegt fólk sem að heyrir frá þér og sækist eftir öllu því sem þú er fyrir okkur, Drottinn. Og ég bið þess að núna í öllum salnum, Drottinn, þá kveikjur nýja von og nýja þrá eftir meira þér, Jesús minn. Og Drottinn, vil ég bara segja, við elskum þig, við elskum nærveru þína, Drottinn minn. Og ég bið þess að við sem kirkja mættum byggjast upp og fá að kynnast öllu því sem þú er fyrir okkur, Drottinn minn. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Og mér langar að bjóða, við ætlum að bjóða upp á fyrirbæn ef lofgjörahópurinn kemur hérna inn í hliðarsalnum, og ef það er eitthvað sem að þú þráir, þú finnur og þú þarft meira og þú þráir að sækjast eftir meir frá Guði, að þá langar mér að bjóða þér að koma og við biðjum með þér líka ef þú ert hér í dag og þú hefur aldrei upplifað að taka á móti Jesú Kristi.
hann ekki ennþá orðinn leiðtogi lífsins, þá í dag tækifærið til þess að gera upp þín mál við Guð. Að láta ekki annan dag líða á þess að við tökum á móti því sem Guð hefur fyrir okkur. Og þess að Guð, hann elskar þig. Hann þráir að þú fylgir sér, að þú verður hans lærisveinn. Og þú fáir að gera allt það sem og upplifa allt það sem hann hefur fyrir þig. Og ef þú ert hér í dag og þú þráir fyrirbæn, þá getur þú komið hérna inn í hliðarsalinn og við biðjum með þér. Amen. Frá Fíladelfíu í dag. Ég vona að þú við noti þess að dvelja í nærveru Guðs vegna þess að hann var svo sannarlega til staðar í dag. Og taktu orðin til þín sem gengu út. Kristnum mönnum í hinum vestræna heimi stendur hætta af því að staðna á trúargöngunni. Það er svo auðvelt að vera bara að hafa lífið í ákveðnu fari og vera bara sáttur við það. En rétt eins og ef við hættum að hreyfa okkur, þá hættum við að nenna hinu og þessu. Við þurfum stundum að taka svolítið á til þess að fá einhverju áorkað. Gerðu þetta að áskorun í þínu lífi, að gera eitthvað nýtt, að
biðja meira, dvelja lengur í nærveru Guðs, hlusta á tónlist sem finnst góð, kristileg tónlist sem bara leiðir þig að hásæti Guðs. Ég hvet þig, ef þú manst ekki hvaðan Aron talaði, farðu inn á philadelphia.is einhvern næstu daga þegar samkoman verður komin inn og hlustaðu aftur á þessa ræðu. Dveldu í nærveru Guðs og syngdu með lofgjörðinni, það leiðir þig inn í nærveru Guðs. En ég þakka fyrir samveruna, mér langar rétt í lokin að biðja fyrir þér því að Guð hefur ekki gleymt þér, hann hefur ennþá áætlun. Drottinn, þú sem hefur allt vald á himni og jörðu, viltu snerta við þeim sem eru að horfa á þessa samkomu eða hlusta á hana, viltu hjálpa þeim að helgast þér, forðaðu þeim frá því að staðna á göngunum með þér, tendraðu eldin í hjarta þeirra, í Jesú nafni, amen. Vertu velkomin í Philadelphíu næsta sunnudag klukkan 11, þangað til, lestu orð Guðs alla daga vikunar og talaðu við hann. Bless í bili.